Daniel, frumröðin í úrvalsdeild að fara snemma í sumarfríð. Þegar þú lítur svona yfir tímabili, eitthvað svona sem þú sér það, hafi verið svona meira feilspor en annað, eða hvað þið getur gert betur? Nei, það er kannski erfitt að líta á eitthvað núna. Það er náttúrulega margt búið að kannski gerast á þessu tímabili sem hefur haft áhrif kannski á liðið og bara okkar framistöðu. En ekki að taka eitthvað eitt og eitt til, sko. Þetta er bara svona kannski samspil margra þáttur sem hefur átt sér stað og margir leikir sem við bara, kannski klúðra líka. Svona sem að rista náttúrulega núna og þetta er bara ógeðslega erfitt, þannig að það er leiðilegt. Ég ræddaði einmitt við Loga en athyglisvert að skoða að þetta er Njarðvíkurlið sem er núna á leiðinni í sumarfrí. Vinnur KR, Tindastól, Stjörnuna, stigin sem þeir að missa, koma kannski gegn liðum á ykkar svæði og jafnvel niður í deildinni. Já, það er bara virkilega sárt og við sem varum að koma í þennan leik, þetta er mjög góðu Þórslið og við freistum þess að ná sigur eftir afhroði í fyrri umferðinni gegn þeim en eins og það segir, við höfum haft burðan til að taka þessi bestu lið en það verið súrt að tapa móti liðanum í kringum okkur og það telur bara núna og deildin er það sterk að það mátti ekki stíga neitt feilspor, sérstaklega núna eftir áramót en það gerðum við og það er miður og við bara súpum segið að því. Þar sem að liðið er núna ekki í úrslitakeppni í fyrsta sinn í langan tíma þá kannski vert að spyrja að því meturðu þetta Njarðvíkurlið sem er að missa úrslitakeppni sem hefði jafnvel getað gerst allavega titli eða er það kannski of langsótt? Ég hef mikla trú á mínu lið og ég meina ef við sjáum að við getum spila móti bestu liðunum og ég hef virkilega viljað sjá það að við höfum búið til seríu gegn KR til dæmis og það er náttúrulega eins og ég segi, ég er náttúrulega þá trú á mínu liði en eins og í kvöld, við erum náttúrulega ekki betri en þetta og það er bara, maður er aldrei betri en síðasta leikur, það er bara svona. Daniel, takk fyrir spjallið, vegna vel í framhaldinu. Takk.